Já, í síðustu kjarasamningum að þá var samið launahækkanir til allra og samið við stjórnvöldum ýmsar aðgerðir og annað slíkt, en það var samið sérstaklega að bæta kjör ræstingafólks sem hafði, hvað við að segja, setið eftir erfiðisvinna sem ekki var metin að verðleikum. En svo þegar þær kjarabætur eiga svona rúllast út og kemur í ljós að þær ekki að rata til fólksins, heldur fólki neitt til þess að gera nýja samninga. Hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir formar Eflingar. Þetta ekki cirka svona? Söguþráðurinn? Sko, jú, þetta partur af söguþráðinum í það minnsta, en hann dálítið flókin, eða réttar sagt kannski ekki flókin, en þessi ræstingabransi og fyrirkomulagið hér, þetta svolítið svona eins og laukurinn sem þú byrjar, þú veist, og svo alltaf bara meira og meira. Og svo fara allir að gráta, þetta alveg þannig, sko. Þannig að, jú, við sömdum í kjarasamningunum sem sagt allir fengu bara venjulegu hækkunina og svo var samið til viðbótar fyrir ræstingafólk 2 launaflokka og svo þennan svokallaða ræstingaauka. Og á endanum var nálgunin við ræstingaaukan að einhverju leyti sambærilega við það sem við gerðum hjá Reykjavíkurborg 2020, sérstök hækkun. Til þess að þá vorum við að lyfta upp þarna lægslaunaðasta hópnum og þarna var þá sérstök hækkun til þess að leiðrétta kjör hóps sem að við í Eflingu og SKS-félögunum sem eru með ræstingafólk vissum að stóð höllum fæti og vorum til viðbótar með við þá vitneskju með niðurstöðu könnunar Vörðu sem rannsóknarstofnun eða rannsóknarmiðstöð ASÍ og BSRB en þar hafði verið unnin sérstök könnun lífsskilyrði og tilveruskilyrði ræstingafólks sem leiddi í ljós að staða þeirra verri bara á öllum mælikvörðum en annarra. Vinna við lág laun, við mikið álag og þykir kröfur að það sé leiðrétt og við semdur ykkur samþykkja það. Já. En svo kemur að því að fólk á fótborgað. Þetta skrítið að vera í kjarasamningsviðræðum, maður að takast á við fjölmörg mál og þau verum í svona stóri breiðfylkingu og erum líka þetta að bíða eftir innleggi frá ríkinu, þá að mörgu að huga en við vorum algjörlega sammála það bara strax frá fyrsta degi í breiðfylkingunni að leggja sérstaklega áherslu á kjör ræstingafólks. Og leiðin sem var svo farin til þess að lenda þessum kjarasamningum var svo að við sömdum hækkun lægsta, þú getur ekki farið undir vissa krónutölu og svo breytist krónutalan í prósentur. Þannig að taxtahækkunin inn í töfluna var á fyrsta ári samning svona cirka 5,9%. En svo til viðbótar við þetta svo kallaða svigrúm, þá vorum við með 0,7% til ráðstöfunar. Við í Eflingu og SKS notuðum hluta af þessu svigrúmi sem okkar var þarna náðarsamlegast fært af Samtökum atvinnulífsins til þess að hraða ávinnslu orlofsdaga hjá verkafólki. En við notum stærstan partinn af þessum 0,7% eða það bil 45% í að leiðrétta kjör ræstingafólks. Og svo áttum við okkur á því að þessi vegferðir hafin hjá einhverjum fyrirtækjum að þau eru þá að færa fólk úr því sem kallað tímamæld ákveðisvinna, þá vinnur hraðar en ella en færð meira borgað. Þá að færa þér bara í fiskvinnslu og víðar. Þá færa svona bil 20% hærri laun og nú eru þess eins og dagar eins og fjallað hefur verið að færa fólk úr tímamældri ákveðisvinnu yfir í venjulega tímavinnu og með því lækka laun fólks 16-20%. En svo vandinn í þessum geira miklu meiri og djúpstæðari, mjög svona kerfislægur og erfiður vandi. Að ræstingakaflinn í kjarasamningnum hann mjög flókin og honum breytt 2014 eða 2015 og þá sett inn í hann partur af dönsku kerfi
en hann miklu verri en danska kerfi vegna þess að danska kerfi þannig að það raun og veru allir á tímamældri ákvæðinu. Það bara, þannig kerfið og þannig að þá eru þó allir að vinna á þessum aukna vinnutakti en allir fá borga í samræmi við það. En fyrirtækin geta í raun valið hvernig þau gera þetta hér. Þannig að þú getur borga fólki samkvæmt tímamældri ákvæðinu en þú getur líka eins og við segjum að ræstitækni geri verið með fólk bara á venjulegu tímakaupi en í raun að praktiserað tímamælda ákvæðisvinnu. Bara með svona áherslum sem að koma frá verkstjórnum og fleira. Það bara fyrirkomulega vinnunar bara þannig. Tímamælda ákvæðisvinnan svoleiðis, þú færð bara x mörg stykki. Þú getur þetta á skólagötunni, þú getur að búin hann er 2, þú getur að mætti og þú verður að klára 5 mínútur í 2, þú getur að mætti á Laugaveg. Já, þetta ekki eins og venjuleg launamann að vinna þar sem að vinnudagurinn búinn og ef þú nærð ekki að klára eitthvað verkefni þá klárar það síðar. Þannig bara áttu að klára verkefni og eins og fram hefur komið í viðtölum við hana Andreinu, trúnaðarmann Eflingar hjá ræstitækni, þá var verið að láta þau þrífa 13-14 stykki svo kallið á dag sem að gerði það að verkum og við létum mæla þetta vegna þess að það á að framkvæma svona uppmælingar. En eins og kerfið líka hér, þá í raun geta fyrirtækin með liðsinni frá samtökum atvinnulífsins einfaldlega neitað að afhenda gögnin uppmælingarnar og bera fyrir sig viðskiptaleynd sem auðvitað tómt bull vegna þess að hver viðskiptaleyndin, þetta bara bull. Þannig að við létum til dæmis mæla þarna stykki og í ljós kom að vinnuhraðin miklu meiri heldur en vinnuhraðin sem ætti að vera tímamældu ákvæðisvinnunni og sko miklu meira en það og það náttúrulega til dæmis ástæðan fyrir því að hún og hennar samstarfsfólk kemst ekki á salerni, þú veist, getur ekki fengið að borða matinn sinn og bara að þeytast á milli staða þannig að það líka partur af vandanum þannig að þetta flókin kafli í kjarasamningi þetta mjög svona ógagnsær kafli, það erfitt að átta sig á honum og fyrirtæki eins og Dagarjá þau sem sagt núna að gera þetta, þau færa fólki á tímamældu ákvæðisvinnu þetta að gerast mest megnis fyrir norðan virðist vera hjá Einingu Iðju, stafélagsstað Einingar Iðju en fólkið að vinna sömu verkefni og þau framkvæma þetta með þeim hætti að þau eru með, ég með þetta með mér eins og einhver svona einhver skrítin manneskja en þetta svo smátt að það þýðir ekkert að sýna ykkur þetta en fólki sem sagt afhent plagg sem heitir Adjustment of Employment Contract og hér stendur this document serves to officially record the agreed changes to the employment contract between Dagar og svo einstaklingurinn, starfsmaðurinn effective from, og þá kemur bara dagsetningin og hérna þess að útskýringin the pay grade will change from NTM 1 hour to FL 8 1 hour og svo fólki sýnt þetta og sagt þú þarf bara að skrifa undir þetta og það ekki útskýrt fyrir fólki að ef það skrifa undir þá munur laun að lækka. Þessu lækkunin á 16-20%. 16-20%. Sem að fólk neitt til að skrifa undir því það óttast að missa vinnuna sína? Já, flestir vitar ekki hvað að skrifa undir vegna þess að þessi skammstöfun og upptalning, hún segir fólki náttúrulega ekki nátt skapaðan hlut. Þetta bara einhver skammstöfun innan úr launakerfi Daga sem að launa skrifstofan og yfirmennirnir skilja en fólki skilur það náttúrulega ekki og svo áttar fólk sig ekki á því hvað við gerst fyrir það fær útborgað og launin þeir eru kannski búin að lækka með 100.000 krónur. Þannig að þegar þið semjið og Samtök atvinnulífsins fallast undir það, þetta sé hópur sem að rétt að lyfta upp og þið færið rök frá Vörðu til dæmis sem að sýnir að þetta fólk býr við mjög lög kjör sem eru svo lög að þau eru heilsuskaðleg. Þetta fólk sem að býr við lakari heilsu og bara lakari lífskjör en aðrir. Og það svona fallist á það að lyfta þess og ég man eftir þegar samningandi komu, það var þetta skýrt sem einn af sigurum í kjarasamningunum. Algjörlega. Svo þegar áreinir, þegar þetta kemur til fyrirtækina, þá færa þau bara góðan hluta af þessu fólki. Þannig að þau njóta ekki hækkuninnar, heldur ég að fyrir enn frekar þau bara lækkunar. Fólk að lendi í því. Þetta ótrúlegt. Þetta algjörlega ótrúlegt. Og þarna
þarna eru fyrirtækinu þetta hefða sem algjörlega svifryðlegum hætti og þau eru að sjálfsögðu augljóslega hefða sem svifryðlegum hætti gagnvart starfsfólkinu en þetta líka aðför að kjarasamningunum og það mikið verið að tala hér á þessu blessaða landi traust og þessi vanti traust upp á þetta það verið til dæmis vera stærsta vandamálið í kjarasamningsviðræðum kennara við hið opinbera, það ekki traust á milli aðila sko þarna nú aldeilis verið að rýra traust í raun það svo að ef að þetta verður ekki lagfært hvernig ósköpunum eigum við þá geta gengið aftur til samninga það bara segir sér sjálft að við skrifum upp á í góðri trú, við teljum okkur vera búin að ná eins miklum árangur og við getum að samningarnir fara í atkvæðagreiðslu hjá öllum sem að eiga svo að starfa undir þeim, þannig að við fáum lýðræðislegt samþykki félagsfólksins sem á að starfa undir samningunum fyrir því að þau fallist á þetta og við eins og þú ert að segja veljum svo vissa hluti sem við leggjum áherslu á og þarna leggjum við þessa áherslu og jú, upplifum auðvitað ánægju, ég menn þetta munar auðvitað miklu í launum fyrir þetta fólk og svo þurfum við að horfast í augu við að þetta gert án þess að á einhverjum tímapunkti sé einu sinni reynt að opna eitthvað samtal við okkur þetta, ekki það við höfum nokkur sem fallist á þetta, en þetta gert einhvern veginn algjörlega þetta gert svo ótrúlega svifryðlegum hætti en aftur svo ég bara haldi áfram að segja sama hlutin aftur af því að mér finnst svo mikilvægt að við séum líka öll meðvituð það að þessi bransi allur mjög toxic, þetta mjög óeðlilegur bransi. Þá verðum við kannski ræðum það, þá að því ég bara einfaldum árið í bæ og ég myndi halda að þetta væri bara ólöglegt að ef ég væri að vinna hér á samstöðinni og kæmi allt í einu einhver maður sem þetta bókari var svona aðeins að taka til og byrja með að skrifa undir einhvern veginn, við erum með aðeins svona breytingar í launa útreiningum og svona og ég skrifa undir það og ég náttúrulega skítrættur að missa vinnuna þannig að það svona ákveðin hætta á misneytingu held ég að sé lögfræðilega hugtaki, það sem að sá sem með sterka stöðu og annar með veika stöðu að hann getur ekki þröngvað honum til þess að semja af sér launakjör eða semja af sér eitthvað réttindi og ég neittu til að skrifa undir ég myndi aldrei að það væri bara ólöglegt. Já, við teljum að það hvernig þetta framkvæmt með þessum ótrúlega óheðlega, ógagnsæja óskiljanlega hætti sé brot á bara lögum það hvernig framkvæma skuli svona hluti. Og hvernig virka það? Er þeir hringt í lögguna eða gerir þið kröfu fyrir hönd þeirra sem að voru neitt til að skrifa undir þetta og kannski bara örlítill hluti þeirra treysti sér til þess að sækja til ykkar að annar bara vill halda vinnunni þóttu þau taki 16-20% launahækkun en þannig að þið getið farið möguleg í mál fyrir hönd þeirra sem að raunverulega láta ekki bjóða sér þetta og gert kröfu að viðkomandi haldi áfram að vinna á óbreyttu launakjörum en þá vill kannski svo til að hann bara búið að reka viðkomandi eða? Við getum auðvitað á einhverjum tímapunkti ákveð það að fara í mál en afstaða eflingar í svona hlutum að við viljum fara aðrar leiðir, við förum í mál ef við þurfum að fara í mál og auðvitað það oft þannig að það þarf að leita en við viljum gera þetta með öðrum hætti og við auðvitað setjum fram bara kröfu það að þessi breyting þessar breytingar verða einfaldlega dregnar tilbaka Við erum búin að funda einu sinni með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins og fulltrúar Eflingar, fulltrúar SKS og ASÍ eru núna að funda bara alveg reglulega á hverjum degi til þess að við séum öll bara meðvituð hvað er að gerast þá hjá hverju félagi og hvað alþjóðsambandið er að gera. Við skulum sjá hvað gerist. Ég á þessum tímapunkti auðvitað bara útiloka ekki nokkuð skapaðan hlut en ég ætla ekki samt að lýsa því yfir hér að við séum eitthvað að það sé endilega leiðin sem við ætlum okkur að fara og ég tala líka ég svara þá gegn einum, þá dettur mann oft í huga að löggan komi bara þú talar þá kannski ekki beint eins og einfaldur maður út í bæ heldur mér kannski eins og barn sem að einhver hefur sagt við að þú veist löggan kemur ef einhver gerir eitthvað ljótt og svo þegar við erum aðeins eldri þá eigum við að skilja það sé dómskerfi og svo eigum við að trúa því að þar sé alltaf dæmt bara hérna eftir þú veist lögunum og það fari alltaf allt vel. Ríkisvaldi að verja hinn veika kakvart ég bara hef enga sérstaka trú á því réttara sagt að sjálfsögðu getur það gerst og oft á tíðum gerist það en ég er ekki
svo barnaleg að trúa því að það sé einhver einfaldasta, besta, eðlilegasta, réttasta og svona lausna miðaðasta leiðin til þess að fara og það samrýmist heldur ekki sín eflingar á baráttu vinnandi fólks að vera einhvern veginn bara við förum bara með þetta fyrir dómstóla og svo býðum við bara öll núna, við býðum í ekki marga mánuði eða við býðum í ár og svo kemur í ljós en það sem mér dettur í að því ríkisvaldið á að fylgjast með því að það sé ekki verið að brjóta gegn hinnum veikari og það ýmis svona lög sem í því og mér myndi ætla það að það félagsmálaráðuneytið sem að sér vinnumarkaðsmál að þeir fréttir af þessu myndi hringja ykkur bjöllum þar og segja það gengur ekki að það sé verið að gera ykkur á samninga og svo bara fara að fyrirtækin og færa starfsfólki bara í löngum bönum raunverulega til lækkunar. Þetta ekki eðlilegt að við rannsökum þetta hérna í félagsmálaráðuneytinu? Ég vona bara allir séu eitthvað að hugsa það þeir ætla að fara að rannsaka, ég veit ekki hvort að það er að gerast en það sem ég veit er að ég og Vilhjálmur Birgisson ætlum að fara núna á föstudaginn og funda með forsætisráðherra og formanni sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að fara yfir stöðuna varðandi útboðsmálin, varðandi það að hið opinbera eru þetta á endanum stærsti kaupandi á þjónustu ræstingafyrirtækjana og það er partur af vandanum að þessi störf voru eitt sinn unnin sem bara fólk tilheyrði bara vinnustaðnum og var launafólk hjá þá stofnun, hjá leikskóla, hjá spítala og svo mætti áfram telja en svo fer af stað þessi útvistunar herferð þá verður þetta til þetta æðiskegna gróða tækifæri fyrir kapitalistana og kerfið er útbúið með þeim hætti og það er meðal annars það sem við ætlum að ræða við þær að lægsta tilboð er mögulega bara alltaf tekið og við í Eflingu og það er starfsfólki sem borgar lægsta tilboð ég menn þannig eru bara einstaklingar þannig ég bara að selja aðgang að vinna aflinu þínu á útsölu verði og svo þarf ég auðvitað til þess að ég geti tekið til mín að gróðan þá þarf ég að halda verðinu niðri því annars gengur þetta viðskiptamódel mitt ekki upp og í stað þess að ráðuneytin og sveitarfélögin segja heyrðu við getum ekki kvittað upp á svona framkomu við borgarana, við getum ekki kvittað upp á svona framkomu við vinnuaflið við skattgreiðendur þá taka þau mjög einbeittan þátt í því að viðhalda þessu kerfi og eru að mínu viti einn helsti sökudólgur í því að svona er komið fyrir okkur að við erum með stóran hóp mest kvenna, fátækra kvenna sem að starfa við mjög erfið starfsskilyrði á mjög lélugum launum útkerðar á sál og líkama búa við skelfilegar fjárhags áhyggjur til þess að það sé hægt að vera í einhverjum niðurskurðarplönum og til þess að það sé hægt að halda einhverjum Excel-skjölum nógu flottum þetta er auðvitað þarna er valdið, þarna er pólitíkin búin að bregðast algjörlega skildum sínum gagnvart bara samfélaginu með því að láta þetta líðast og ég vona að þessi umfjöllun núna og þær sögur sem við getum sagt sem eru allar studdar gögnum mögulega verið til þess að fólk átti sig á því að þetta gengur ekki, þetta er bara skammablettur á samfélaginu okkar, þetta grefur bara undan samfélagssáttmálanum marg umrædda, þetta festir fólk í fátækt, þetta eyðileggur möguleika kvenna á að sjá fyrir sér og börnunum sínum og við getum ekki fallist á að það sé eitthvað sem við ætlum bara að sætta okkur við til framtíðar ég trúi ekki Og þetta var gerst á tildulega skömmum tíma fyrir svona, ég veit að við þurfum ábyggilega ekki að fara aftur bara max 20 ár að þá var megnið af þessari vinnu unnið af konum sem unnu beint hjá fyrirtækinu í svona ákvæðisvinnu þannig að stykki er eldgamalt hugtak það sem að því oft er þetta unnið utan hérna vinnutíma og þá er bara samið að þú þrýfur þetta og þetta er 2 stykki og þú er svona borgað og framdi göttunum og ég er ekki að halda fram að þetta hafi allt verið sko rífandi gott fyrir 20 árum en ég man það bara af svona fólki af minni kynslóð og það voru dæmi það að konur unnu fyrir sig með námi og fleira með því að taka og hérna þetta var allt öðruvísi þannig að þú veist, þetta er ekki beint svona uppgrip en þetta var ekki svívirðilega lágt launað en síðan gerist það bara mjög hratt að það kom einhverju kallar hana inn og búa til svona einhver fyrirtæki og bjóða svo meðal annars stofnunum hins
hins opinbera að lækka ræstingakostnaðinn og stofnanir hins opinbera eru allar undir kröfu að finna eitthvað sparnað og fleira og það freistast til þess að gera svona samning og reikna það einhvern veginn út að þarna sé eilítill sparnaður. Svo spara líka svo mikið í launakostnaði. Já, og svo hægt og bítandi þá kannski ekki sparnaður því að kallanir vilja auka sitt kött og hægt og bítandi verður þetta kannski bara svipa verð og áður var. Það er ofta í það minnst það er á endanum engin sparnaður vegna þess að byrðin sem að lögð er á samfélagið, hún augljóslega verður svo mikil. Já, þetta er ekki þjóðhagslega hagkvæmt. Nei, en það sem þeir eru að gera, þetta snýst það já, að minnka kostnaðin við ræstingarnar, en svo sérst það með svo skýrum hætti þegar svona útvistunarprógram fara af stað, þá er verið að færa störfin af opinbera markaðinum yfir á almenna markaðin og með því er hægt að lækka launakostnað svo mikið inn á þessum stofnunum vegna þess að þú ert kannski með fólk sem er að starfa í ræstingar sem eru auðvitað frekar lágum launum en þau njóta allra réttindanna sem opinberi starfsmenn njóta. Þau eru með ríkulegt veikindaorlof, þau eru með veikindafrí afsakið, þau eru með fleiri orlofsdaga, þau eru með mjög ríkulega uppsagnavernd, það er eiginlega engin uppsagnavernd á almenna markaðinum og þetta rekaði bara fyrir ekki neitt, skilurðu. Þannig að það er miklu svona tryggara, betra og öruggara ráðningarsamning sérstaklega fyrir láglaunafólk. Þannig að það er svo stór partur í þessu útvistunarprógrami og þetta er í gangi alls staðar í kringum okkur og ekki bara í ræstingunum. Ég er í samskiptum við frábæran trúnaðarmann Eflingar konu sem er búin að vera að vinna hjá einum leikskólum Reykjavíkurborgar í meira en 20 ár. Fyrst var hún lengi á deild og svo var hún í eldhúsinu á samstarfsfélaga sínum og svo er eldhúsið lagt niður og því er útvistað og henni er sagt upp með basically SMS-i daginn fyrir gamlársdag. Kona sem er með 20 pluss ára starfsreynslu á borginni, eðal manneskja og til viðbótar trúnaðarmaður. En þetta er að gerast alls staðar í kringum okkur. Svo maður skilji svona mélina bak við þetta til einföldunar. Þá er þetta kannski þannig að þú ert rekustofnun og það kostaði 100 að vera með ræstingar og þá kem ég til þín og segi ég til að gera þetta fyrir 95 og þessi 5 sem að munar eru bara glötuð réttindi eins og þú varst að þylja upp með nefna veikindarétt og fleira sem að eiginlega bara starfsmæður missir en engi fær raunverulega í staðinn en síðan ræði ég þig sömu konuna til þess að þrífa á 75, áður fekk hún 100 nú færðu bara 75 og svo tek ég 20% kött og er bara fýtt kalla á Range Rover og mæti á fundi á samtökum atvinnulífsins og er bara fýtt maður og þetta tilboð að það náði að umbreyta allir þessar starfsgrein bókstaflega á mjög skömmum tíma Þetta er alveg ótrúlegt. Þið talið svolítið hið opinbera því að það ánáttúrulega ekki að taka þátt í því að brjóta niður lífskjör launafólks. Það væri gott ef það gæti hægt því. Þið geti gert meiri moralskar kröfur til hins opinbera heldur en til einkafyrirtækja, kannski. Jú. En ef þú horfir á heildina þá veit maður að það er náttúrulega ferðaþjónustan með gríðarlegan fjölda af ræstingafólki í vinnu og ég bý þarna niður í bæ og ég sé svona bíla koma, tvær konur hlaupa inn að þrífa ykkur Airbnb og svo skuttlaði sér áfram og maður sér svona hvað heldur að sé stór hluti af þessum bransa sem er öfurlega seldur opinberum aðilum? Ég því meður er ekki með þessa tölum en kannski 40% eða því bara ég ætla ekki að bara segja því við þurfum bara að komast að því og við þurfum bara að sjá það við getum auðvitað að sjá það í kerfinu hjá okkur bara félagakerfinu hjá okkur hvernig skiptingin er og það tekur enga stund en það sem að þú ert að segja er auðvitað ég er sammála því að við eigum að geta gert meiri kröfur á ríkisvaldið, við eigum að geta gert kröfu á í því felst ekki að segja þetta gera neina kröfur á hérna ekki, en við eigum að geta gert kröfur á það fólk sem að telur sig þess umkomið að stjórna okkur, stjórna landinu stjórna ríkisfjármálum, stjórna því hvernig skattfé okkar er notað
kannski, eins og ég var að segja, kannski tækifæri komið núna til þess að setja þessa kröfu fram og við skulum heldur ekki gleyma því að það eru náttúrulega 2 verkalýðsforkólfar sem að sitja á þingi sem þingmenn ríkisstjórnarinnar, Ragnar Þór og Kristján Þórður, sem eru þetta kosnir inn á þing og öll þeirra kosningabarátta snerist það að þeirra þekking, þeirra bakgrunnur úr verkalýðshreyfingunni væri ástæðan fyrir því að það væri gott fyrir fólk að kjósa þá. Það er annar verkalýðs fyrrverandi formaður í Viðreisn, Reykjanesi. Já, ok, meitt. En við skulum við skulum sjá hvort að þeir upplifa að þeir eigi að axla ábyrgð í þessu máli og eigi að ganga til liðs við okkur í þessari baráttu og sjá til þess að áherslur okkar í þessu máli ná í gegn, að það verði hlustað á það sem við segjum og að þær tillögur sem við komum með muni fá áheyrn hjá ríkisstjórninni og þær tillögur munu þá mögulega fyrst og fremst snúast það að hægt verði á þessu útvistunarbrjálæði og það verði stoppað. Við gerum okkur auðvitað grein fyrir því að það er ósennilegt að allar útvistanir verði dregnar tilbaka en að það verði hægt á þessu prógrami og það verði stoppað og svo að þar sem að útvistanir hafa verið framkvæmdar og þar sem að ekki vilji til þess að snúa tilbaka þó að það sé auðvitað hið endanlega pólitíska markmið að hið opinbera uppfylli þær skyldur sínar að tryggja að þau fyrirtæki sem verður í viðskiptum við komi fram við starfsfólk sitt með bara eðlilegum og réttum hætti. Að kjarasamningar séu virtir, að lög séu virt, það er í raun og veru svo mikið lágmarkskrafa það næstu skammarlegt að maður þurfi að fara af stað til þess að setja hana og maður sé raunverulega nervus yfir því að kannski verði nú ekki einu sinni hlustað á það. En við fórum og skoðuðum núna því við vorum farin að skoða málefni ræstingafyrirtækjana áður en að þetta allt skall á og höfum ekki verið að velta fyrir okkur stöðunni þar og svo framvegis og meðal annars vorum við að skoða fyrirtæki sem að heitir iClean og ástæðan fyrir því við fórum sérstaklega að skoða það var meðal annars að okkur barst erindi frá fyrirbæri sem heitir Umbra sem er þjónustumiðstöð stjórnarráðsins og erindið var sem sagt beiðni það við annarkvort öfluðum launaseðla eða létum Umbra vita sem sagt hvað væri í gangi í þessu fyrirtæki ef við gætum það. En betur voru þeir ekki að gera samningu við fyrirtækið, Umbra? Jú, en þetta er eitthvað sem hefur verið skrifað inn í þessa samninga að hið opinbera verkkaupin geti á hverjum tímapunkti óskað eftir upplýsingum frá þá verksalanum meðal annars kjarasamnings mál og launaseðal og svo framvegis. Við vissum ekki einu svona af þessu að það er auðvitað fyndið á skrítin hátt að fatta það búið að skrifa mannin í einhverja samninga og maður ekki látið vita af því en allt í góðu, bara fögnum því að þetta sé þarna til staðar, þetta ákvæði þannig að við fáum þetta erindi og við svörum tökum saman lítið bara minnisblað þar sem að við segjum að hjá iClean á síðustu 2 árum hafi verið ýmislegt í gangi og að inn á okkar borð hafi komið 28 mál og við rekjum nokkur, ég held að við höfum rakið svona í stuttu máli 8 mál af þessum 28 og reynum að sýna svona alla flóruna af kjarasamnings- og réttindabrotum sem er í gangi sem er allt frá því að fólk sé sagt upp vegna þess að það meldar sig veikt yfir í bara mjög grófan launaþjófnað. Og við sendum þetta, svo heyri ég nú ekkert frá þeim, þannig að ég sendi eftir post og segi, voruð þið ekki búin að fá þetta frá okkur? Jú, við vorum búin að fá þetta og ég segi, ok, frábært, endilega hringið í mig. Í tvígang segi ég tölvupóstsamskiptum mínu við starfsmann þessa Umbra, hann er hringi mig ef hann vilji og ég læt hann fá símanúmerið mitt. Mjög viljug til þess að veita upplýsingar. Svo heyrist ekkert og svo núna fyrir skömmu þá sendi ég post til þess að spyrja hvernig þetta hafi farið og þá kemur svarið tilbaka bara, jú, við vorum að endurnýja til árs og ég svaraði og ég sagði, hvað meinar? Hvernig getur staðið á því? Til hvers voru það að biðja okkur þessi gögn? Við sendum gögn og ég segi mér þess að í einum postinum til þess bara ég vona að þið ætlaði ekki að endurnýja og endilega hringdi í mig ef þú vilt heyra eitthvað meira
Jú, búin að endurnýja all árs sem þýðir að þetta fyrirtæki að fara að fá að við skoðum hvað þið opinber búið að senda til þessa fyrirtæki á síðustu 2 árum sem það byrja 900 milljónir af því að þau eru að þrífa öll ráðuneytin, þau eru að þrífa hjá ríkislögreglustjóra, hjá lögreglustjórunum, Landsspítalann, Landsbókasafnið, bara út allt. Þannig að ef það er búið framlengja nú til árs, það þýðir á þessu ári þá eru það að fara að fá svona cirka, kannski 0,5 milljarð eitthvað svoleiðis til viðbótar. Kannski notuður upplýsingar frá þér til þess að lækka verðið? Kannski, en já, sko, það er náttúrulega ágæns að hlæja þessu, þetta er svo ótrúlega bilað, sko, við vorum að lýsa þarna, þetta er náttúrulega ótrúlegt síðleysi sem er í þessu. Það er eyðilegging á samfélaginu að konan sem að þrífur skrifstofu borgarstjórans sé ekki hluti af starfsmannaheildinni og ekki á ársatinu og eitthvað fleira. Þetta er svona, ég veit að margir myndu taka undir það að þetta er óeðlileg samskipti. Þeir sem eru að vinna lægstlaunuðu störfin til ekki lengur hópnum. Og séu bara leigð af einhverjum svona köllum á einhverjum jeppum. Þetta sé niðurbrot. Og þú segir, við erum bara að stöðva þetta, en er eitthvað eftir? Ég meina, er ekki tildulega fátítt að ræstingakonan oftast sé hluti af starfsmannahópnum í opinberu stofnunum Eflaust, jú. Það er eiginlega, ég meina, það er virkilega iClean, sagður, er að þrífa skrifstofu Kristrúnar Frostadóttur og ég skrifaði einhvern tímann þetta með hvernig klopning starfsmannahópsins ráðhúsið og það andmælti því enginn að það voru fólk sem að koma og þreif ráðhúsið og meira sig að gefa fólkinu að borða sko, sem er ekki hluti af starfsmannahópnum. Það er fólk sem er leigt af einhverjum svona köllum út í bæ. Ég veit að þú ert allan daginn og þú vilt sér samfélagið fyrir þér svona en þú byrði í allt öðru samfélagi, ég verð að reyna að nika því hægt og bítandi áfram. Er það svona, til þess eins og þetta mál sem að ég myndi halda ef við myndum labba hérna út og spurja fólk, það voru 80% sem við vill ekki hafa þetta svona. Náttúrulega bara meira í sammála. Bara eins og svona með heilbrigðiskerfi. Af hverju ættu við ekki að geta skrúa ofan að þessu? Af hverju ættu við að beygja okkur undir það að sé okkur 14 kallar á okkur jeppum sem eru bara með heila herina af konum, innfluttu konum í veikri stöðu að mestu leyti, bara græða helviti vel á því, en þær búa við það sem að varða síni fram á þessu bara lífsætturlegi lífskjör. Já. Af hverju ættu við að setja okkur við þetta? Við ætlum ekki að setja okkur við þetta, en ég bara reyni að vera ekki að halda því fram að ég trúi því ekki ef það gerist þá skal ég vera svo ánægð að ég bara veit ekki hvað en ég á erfitt með að trúa því að ég fari á fund forsætisráðherra á föstudaginn, jafnvel þó að ég og Villi Birgir saman getum verið ansi ítinn og mögulega stundum dálítið sannfærandi þá ímynda ég mér að það verði samt ekki niðurstaðan og það segir bara já, ég vorum einmitt að hugsa um þetta er náttúrulega bara algjört hneyksli og við munum að sjálfsögðu innvista bara öll aftur og bara, gefum okkur ár í það. Kannski ef Guð lofar, en þess vegna er ég að segja, það þarf að byrja að skrúfa ofan þessu, já, og það þarf að stoppa þetta verkefni og vinda ofan þessu, já, en svo af því að það er ósennilegt að þetta verði lagað svona 1, 2 og 3, þá þarf að tryggja, og það er ekki erfitt. Fyrst að það eru í fyrsta lagi ákvæði í þessum blessuðu samningum og í öðru lagi verkalýðshreyfingin mjög viljugt til þess að veita upplýsingar, auðvelt að fá upplýsingar frá okkur alls konar hluti, þá á að sjálfsögðu að fara bara í mjög svona markvisst verkefni sem að snýst það að knýja á að þessi fyrirtæki fari eftir kjarasamningum, fari eftir lögum. Það sett inn í ákvæði í samningana. Já, og að þau fái einhvern kannski langan tíma til þess bara að bregðast við öllum þessum alvarlegu athugasemdum, mjög stuttan tíma ella sé samningurinn auðvitað bara fallin úr gildi. Og þetta heldur áfram að við höfum talað hérna ræstingarnar og það gerðist bara á örfáum árum að þetta var allt meira og minna útvistað og síðan fór það yfir í matinn, þú veist að taka dæmi af konu sem vann á leikskólum og var að vinna, mamma vann við þetta og þá var eldhúsið svona hjartað í leikskólunum og sumir krakkarnir, þú eins og þekkir komu þar og voru í, að því að krakkar velja sig líka þann fullorðin sem að þeim líkar vel við eins og fólk gerir bara.
En núna þetta alltaf einhvern veginn, þetta vel ekki hluti af starfsmanna hópnum. Í eldhúsunum, í leikskólunum, þar sem það búið að útvista, þá það þá þannig að þú veist, starfsfólkið þá tínir saman morgunmatinn og svo komið þá með mat frá fyrirtækjunum. Elda í Keflavík eða Selfossi. Já, og komið með hann, sko. Og afgangunum svo skilað. Og svo kemur bara nýrmatur á morgun, þannig að þú veist, það ekkert einmitt, það ekkert svona input í það og við á mínum leikskólum sem ég vann á, þá til dæmis vorum við lefðum börnunum að greiða atkvæði hvað þau vildu fá og þetta átti að vera eitthvað svona lýðræði sjálfur, kannski var það alveg, þetta var alveg skemmtilegt. Svo þá máttu þau kannski velja, þú veist, fiskibollur eða hakk spagetti og svo greiddu þau atkvæði með kuppum og þú veist, það var bara fyndið líka að sjá svona dýnamíkin og sem eru rosa bara fastir fyrir og létu ekki neitt hópþrýsting hafa áhrif á sig. Sumir, þú veist, fóru alltaf að gráta ef að þeirra fiskibólur unnu ekki og spagettið vann. Þannig að þetta náttúrulega ekkit svona hægt og það einmitt búið að fjarlæga, það er búið að fjarlæga þarna svona mikilvægan part af þessum rekstri stofnunarinnar sem leikskóli og bestu leikskólarnir eru leikskólar þar sem þú nærða útbúa einhvers konar svona heimilislega tilfinningu. Þess að þú ert með góðan starfsmannahóp þar sem það svona væntumþykja og vinátta til barnanna og frá börnunum, það eru langbestu leikskólarnir, það eru mesta starfsánægjan, þar endist fólk lengst í störfum. Þess að þú hefur svona smá svona heimilisbrag en í þessu svona alstofnanavædda mómenti sem við erum í þar sem að við öll einhvern veginn að vera bara föst inn í einhverju svona stofnanalífverðni sem til viðbótar líka fjársvelt, þá náttúrulega þetta ekki, það ekkert eftir af þessari svona kannski útópísku sýn það velferðarkerfið ætti að geta rekið góðar stofnanir þar sem öll börn nytu þess að vera saman og allir fengi einhvern veginn jafn gott atlæti. Það ekki þannig lengur. Skólar eiga að vera kennsla í því að lifa í lýðræðslegu samfélagi og það ekki gott lýðræðslegt samfélag þar sem að þeir sem eru að þrífa tilheyra raunverulega ekki hópnum okkar. Nei, ég hef stundum svona þegar ég hef verið að tjá mig svona kvennamál og stöðuverka og láglunarkvenna reynt svona velta upp þessari spurningu, hvaða áhrif hefur það á þessar auðvitað konu, hvaða áhrif hefur það á dætur þessar kvenna að sjá farið svona með mæður sínar og hvað skilaboð erum við að senda til einmitt barnanna okkar á leikskólanum þar sem að oft á tíðum eru þú veist bara útkerðar manneskjur konur sem annast þau og þú veist eins bara í öllum stofnunum samfélagsins, þú veist hvað skilaboð eru þetta til okkar sjálfra og til barnanna sem að sjá þetta. Viljum við vera í samfélagi sem að sendir þessi skilaboð að það sé alltaf einhver hópur mestmagnis kvenna sem að sé einhvern veginn þarna manneskja eins og þú en samt svo jaðarsett að þú næstum því átt að gleyma því að hún sé þarna. Svona gangið vel í þessari orustu. Takk fyrir. Í þessu stóra stríði. Takk fyrir. Gangið vel í stóra stríðum líka. Takk fyrir. Við ætlum að vera hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.